Góðan daginn. Nú heldur betur snemma dags. Þið fáum við mig bara beint úr bælinu í þetta til þess að nýta tíma sem best. Í dag er 7. nóvember, mánudagsmorgun og þetta er 7. þátturinn af handavinnublogginu mínu og ég heiti Helga og er handavinnuóð. Nú ég set hérna niður á skjáin eins og venjulega hvar þið finnir mig á netinu, svo á Ravelli, Instagram og á Facebook þar sem ég er með verkefnatöskunum mínar. Nú, ég ætla bara að dýfa mér beint í þetta. Við ætlum að fara yfir verk í vinnslu. Ég er ekki með neitt klár og ég segi ykkur frá því á eftir hvernig stendur á því, en ég eiginlega tapaði 3 prjónadögum en það kom nú ýmislegt gott út því og ég verslaði á netinu frá Bretlandi, þannig að það verður nú vonandi komið í næstu viku og meira verslaði ég nú ekki og ég ætla að sýna ykkur svona það sem að svona auka hlut í sambandi við prjónaskapinn og heklið sem að hefur gjörbreytt prjónaskapnum hjá mér. Ég ætla að fara yfir það og eftir af því að nú er ég eiginlega búin að fara yfir kláruð verk sem að ég var búið með áður en ég byrjaði að vissunast með þetta YouTube dæmi. Og þá ætla ég að í staðan fyrir það þá hef ég hugsað mér að tala podcast sem að hafa gagnast mér og líka hluti, svona auka hluti sem að hjálpa mér. Og fara svona aðeins í það til þess að þetta sé nú ekki neitt ofstutt. En ég gerir ráð fyrir því að þetta verði styttri en síðustu þættir en ég gæti svo sem lenti í því sama og Guðlu lenti í sem er með þræði hérna á YouTube. Og hún hélt að síðasti þátturinn hennar er svo stuttur en hann var bara jafn langur og allir hinnir. Þegar maður byrjar að bladra þá bara, þú veist, glemmaðist það á stund. Nú ég er ekki, þess að ég segi, ég er ekki almennilega konu á fætur og þá er kjörið að sveipa sig í eitthvað hlýtt og notalegt og þetta er orkulsjalið hennar Kristín á hjá Jan Gassum podcast og svo sem að gerir Woolen Wine Jans, svona litari í Ameríkunni. Og þetta er svona, eins og ég sagði frá einu þættinum, þetta er eins og dúkur, þetta er alveg hringlótt og maður bara brýtur það saman og ýmsa vegu til þess að geta nýtt það og þetta nýta það á marga vegu. En við ætlum þá bara að skella okkur í það sem ég er búin að vera að vinna í síðustu vikuna og útskýra í leiðinni okkur hefur ekki neginn kláruð verk. En þannig var að ég bara leið og ég var búin að taka upp þáttinn á síðasta mánudag og þá datt jólaefni í handavinnutöskurnar inn á lúguna og ég kláraði nú mánudaginn bara eins og venjulega en svo ákvað ég að taka þriðjudaginn í að sníða og gera klárt og það tók einhverja 8 tíma og á miðvikudag og fimmtudag satt ég við bara frá morgni til kvölds báða dagana og saumaði og meira segja í rúmlega sólarhring tók ég ekki upp prjónana og þegar ég sagði það við Helga manni minna þá bara sett hann hendina á ennið mér til þess að hvort ég nú með hita en það var ekki, ég vildi bara klára þetta því að ég ætla svo ekki að vera með fleiri update á því og þessu ári þetta verður bara á Facebook síðunni þangað til að það klárast eða ef það klárast þannig að ég ætla bara svona að gefa saumavélina aðeins frí. En það sem ég er búin að vera að bauka, ég ætla ekki best að byrja bara á teppunum. Ég ætla að finna, ég setti hérna merki á til þess að við öll sjáum hvort að ég hef verið að gera eitthvað að viti.
og þá bara finn ég ekki merki hvor hliðin var það. Svo það nú það er engin ákveðin hlið. Jú, hérna þegar ég sýndi ykkur þetta síðast þá var ég sem sagt hér þar sem ég tók sér leikinn út og búið að bætast bara við kannski 8 cm eða eitthvað. En þetta eins og ég segi er rosalega þægilegt sjónvarpsprjón og ég er að nota Fabel afganga í þetta og ljósgrái Fabel liturinn, hann er samt sem sagt alltaf sá sami. Svo þetta eru 2 þræðir og svo víxlast allir aðri litir en þessi ljósgrái er alltaf sá sami. Og þetta heitir Bits and Bobs og er eftir K.F. Jones hjá Bakery Bears og eins og ég segi bara mjög þægilegt og skemmtilegt svona sjónvarpsprjón. Síðan tók ég upp heklunálina og er að rekja upp hérna óvart. En það er alltaf, þetta er nú ekki mikið mál að laga þetta og það eru komnar, það er svo erfitt að sýna það á þessu teppi en það eru komnar nokkra umfyrir viðbót því að þú veist, þetta er allt einhvern veginn, það er ekkert upp á engin endir. En ég geymi hnykilinn í þessari fallegu skál sem ég fékk mér í Gallerí Snotru í sumar og ég reyndar ákvað að prófa að setja þráðinn hérna í gegna því ég var svo sem ekki með neitt annað sem ég þurfti að nota skálinn í. En vissulega er hægt að nota bara þetta hérna þess að láta garnið koma út úr og þá er ekkert máli skipt hnykla. Og þetta er bara, ég er bara búin að vinda upp og hnýta saman með rússneskum hnút. Þannig að ég get bara heklað alveg á þess að þurfa að vera spáið að hnýta saman að leiða ég er að hekla. Og ég er að nota 4 mm heklunál í þetta frá Tulip, svona sett sem að ég fekk frá manninu mínu með jólinu. Þetta eru uppáhalds heklunálina mínar. Og þetta er líka svona, ég var hérna á föstudagskvöldi þá byrjaði við að horfa á Stranger Things. Já, hérna er sem sagt, hérna var ég þegar ég sýndi ykkur þetta síðast, farið ég þetta. Og já, við byrjuðum sem sagt að horfa á Stranger Things og það var kalt og svona og þá bara, og ég var með eitthvað svona þægilegt í höndunum að vinna á en mér var kalt þannig að þá náði ég bara í teppið. Ég ætla að færa líka hérna á þessu teppi snöggvast. Já, og sem sagt, það var rosa þægilegt að vera bara með, vinna með teppin. Það var þau von á sér þegar hérna mann er kalt og þetta er svolítið hvetjandi að halda áfram með þau. Ef mann er kalt þá vill maður fara að klára þau. Nú svo var hérna Long Line eftir Hóhi Locatelli, það er smá munur síðan síðast. Það er sem sagt, ég er búin að gera op hérna fyrir hægri erminni. Þannig að ég pota hendinni hérna í gegn. Flækist maður í öllu. Þannig að þetta, það er að fara að koma mynd á þetta. Og þetta er sem sagt karrigulli liturinn Cotton Merino frá Drops. Og já, þetta bara tutlast áfram. Ég er náttúrulega, það kom til mín prjónavinkonu mínar úr vinkonu Indriða á föstudaginn því að ég bara, mig langaði ekki út úr húsi og já, hvað þá þær bara frekar til mín heldur en að við færum á eitthvað annað. Og þá dundaði ég mig svolítið við hérna Long Line eftir Hóhi Locatelli. Nú, svo eins og ég sagði þá fórum við að horfa á seríu númer 2 af Stranger Things og þá er kjörið að vera með svona svolítið heilalaust verkefni af því að maður þarf að geta einbeitt sér, það gerist, hlutirnir gerast svolítið hratt í Stranger Things. Og þá var ég bara, af því að það er bara ennþá þannig með þessa worsted boxy peysu sem er líka eftir Hóhi Locatelli, að hún er bara, þetta er bara sléttprjón hring eftir hring. Og hérna var ég kom hingað á mánudaginn, þannig að
Þetta árangurinn að því að horfa á sjónvarpið í 9 þætti nánast í beit. Horfum á 6 þætti á föstudagskvöldið og kláruðum svo laugardagsmorgun. Og þessi rönd kemur hérna og þetta blokkast út í þvæjana. Þetta er á því ég er alltaf að víxla hestbúnum að þetta er handlitagat, þá er ég að víxla til þess að það sjáist eða svona blandist betur. En annars er þessar, ég er rosalega heppin með hérna hestbúnna sem ég fekk. Þær tóna ótrúlega vel saman. Ég nánast sé ekki mun, sko. Og aldrei ekki á möllum. Og mér vantar að minn er 10 cm upp á að vera komin upp á höndum og þá skipti ég nú og fer að gera ermaopið og hérna hálsmálið að framan aftan og svo er það bara örugglega liggja saman á hérna öxlunum og nú sýnt ykkur hverjum, já hérna bara svona annars að gefa of mikið burtu en eða of miklar upplýsingar að þetta í borga fyrir hana. Þetta er þessi ermastubburinn sem að kemur. Og ég er búin að taka bara frá gatn í það svo að ég geti bara haft búkinn eins langan og gatni leiðir til þess að nýta það bara almennilega. Nú svo byrjaði ég sagði ykkur á mánudaginn síðasta að ég væri komin í uppfitjunarstraff á peysum en var sem betur fer á sunnudagskvöldinu þá hafði ég fitjað upp á annarri Sunset Highway peysus sem ég er að gera alveg eftir forskriftinni sem með fínu gatni, ekki lopa og móher eins og ég gerði hina. Þannig að ég er sem sagt byrjuð, þetta er hérna bakstykki, það er svona styttar umferði til þess að hækka bakið og ég byrjuð á sem sagt munstrinu. Og hérna ég er ekkert það er mest 5 lykkjur á milli munstrana, þannig að ég hef ekkert verið að krækja neitt í hérna bandið til þess að fela það. Ég er svona meira að æfa mig í að reyna að hafa þetta allt í jafnt og hæfilega slagt. Það er heldur ekkert fallegt að hafa það of slögbundin á milli, reyna bara reyna bara að hafa þetta svona nokkuð hérna þétt og svo náttúrulega gera að þú leggja hana til gera náttúrulega kraftaverk í svona munstruðum verkefnum. Og enn sem komið er ég bara hérna í Austumann steppgatninu og handlitaðri dokku frá mér. Það var erfitt að ná að sýna almennilega litina. Þetta er aðeins bjartar en það er á hérna skjánum og finnum meira svona bleikt í því en geti kynna á skjánum. Og þetta er svona Sunset Highway eftir Caitlin Hunter, mjög vinsæll hönnuður í dag í prjónaheiminum og þegar ég er búin með eitthvað af þessum peysum þá er ég búin að kaupa nokkrar aðrar uppskriftir eftir hana sem mig langar að gera. Nú svo kláraði ég útaukningarnar og ég gleym alltaf hvað hún heitir þessi peysa. Hún er úr peysubókinni, já BMT heitir hún. Og hann er ég líka að gera úr Austumann stepp sokkagarninu sem er til í gallerísnótru. Og ég er að gera þær á sikkurum prjóninum en gera þær svona jöfnum, eða er alltaf við nýjandi skiptis, þannig ég enda alltaf á sama stað. Hérna var ég í síðasta þætti þar sem að þetta dinglum danglir og er búið með útaukningarnar og á eitthvað 10 cm eftir í að því stigi sé lokið og þá fer ég í búkinn. Ég talaði það síðast að ég ætlaði að fara að fitja upp á búknum til þess að það er ekki eins svona yfirþyrmandi en þetta er bara búið svo gaman og ég hef lengur ágjur að því
Og líka upp á að nýta hvernig best að þá óþarfa að fara kannski að opna dokku á óþörfu. Síðan er ég búin að, ég sýndi ykkur hérna í síðustu viku svona bríós húfu og vettlinga og ég var þá nýbyrjuð á svona kragavið, var að setja bara á stærri prjóna og ég hugsaði þetta, sko ég ætla bara að gera þetta eins og ég nenni og gatni leyfir og það verður það mikið teygja í þessu að ég á að geta sett þetta á mig svona tvöfalt hálsinn ef svo ber undir. Og þetta er sem sagt bara svona tvílitt bríós eða ég veit ekki alveg hvort ég kalla bara tvöfalt klukkuprjóna á íslensku. Nú svo átti ég pínu erfiðan dag í gær. Það var sem sagt, ég er í kór Akraneskirkju og var að syngja eins og svo ofta áður við guðsþjónustu þar með kórnum mínum og þetta var sem sagt allra heilaga messa og á þeim degi er látin að minnast í öllum kirkjum landsins og ég vissi það að að ég pínu brothætt. Það var líka búið að ákveða að halda barnaafmæli hjá systur hans Ragnars míns sem meðal annars var einn af þeim sem var verið að minnast hann í gær. Þannig að ég var pínu meir þegar ég fór inn í daginn og athöfnin var mér bara erfið en samt góð. Ég hef ekkert verið að leyfa mér neitt mikið að vola yfir þessu öllu saman en þarna brast eitthvað og ég leiði mig bara að vola og þegar að var sérst búið að lesa nöfn allra sem voru jarðsungnir frá Akraneskirkju frá nóvember á síðasta ári að þá átti kórinn að syngja alveg ótrúlega fallegan sálm eftir Sigur Flósason og Aðalstein Ásberg og ég ákvað bara að setjast niður og leyfa mér að jafna mig og hlusta af því að við fáum ekki rosa mikið tækifæri til þess að hlusta á kórinn okkar af því við náttúrulega erum alltaf að syngja í honum. Og það var ótrúlega gott og gerði mig gott bara að leyfa mér þetta að finna bara svolítið til og svo náttúrulega þegar athöfnin var búin þá kom maður út í ennum dásemdar vetrastorm sem myndi mig mikið á. Við vorum í veiðivötnum í sumari og helgi og lentum í svona hálendistorm og þetta var svo leis fílingur. Pínu í takt við skapið á mér og eftir athöfnina förum við til mömmu og pappa Ragnars heim til þeirra í svo kallað Raggahús af því að hann var semst að ætla að fara að flytja í það hús þegar hann lést. Og systir hans var semst að halda upp á barnaafmæli hjá þeim af sínum börnum og það var ótrúlega notalegt að koma bara þangað og þú veist, það skildi það allir þá ég verið ennþá með kökkin í hálsinum. Nú, svo fórum við aftur út í vondaveðrið og fórum bara heim og ég var alls ekki stuði til þess að prjóna neitt af þessum 14 verkefnum eða hvað sem það sé með á prjónunum. Þannig að ég náði mér bara í Nea Mitten sem voru vettlingar af númer 2 í Skeindir Knits vettlinga samprjónunu þar sem að Skeindir Knits eða Ellie gefur út eina uppskrift í mánuði og ég átti eftir að gera þessu uppskrift og mér langaði að nýta gabb sem ég átti og ég á haug til af trísil garð, þessu gamla góða og síðan hafði ég, þegar ég var að byrja að fikta við að lita, þá notaði ég átti hvítt sísú sem að ég litaði bara með matalitum, þetta er svona gult og bleikt og grænt og rautt eða svona ljósrautt og bjart og fallegt og rumpaði af einum vettling. Þetta var ágætt til þess að dreifa hugunum þá sem sagt var ég ekki ómikið inn í hausnum á sjálfur mér og var að koma eins út af því ég þurfti að fylgjast með hvað ég var að gera og
ég miklu ánægður með þessa en hinn tvö pörin sem að ég var að gera. Sérstaklega pari sem ég gerði úr Navia Duo og það var bara ekki nógu fallegt hjá mér og ég ætla bara að eiga þá sjálf. En ég er mjög ánægð með vettlingarna úr mjúkgullinni frá Gusta.is en þess er ég ánægðust með. Og en ég átti að setja þumalinn. Ég ákvað að byrja að því að, já, ég nennti ekki að gera þumlan í gær þannig að ég byrjaði bara á næsta vettling og gerði þá bara þumlana þegar ég búið með báða vettlingarna og þetta er bara fljótt gert. Þegar að maður, já, ég svona þurfti aðeins að pæla í því að gera fyrsta parið eða fyrsta vettlingin í fyrsta parinu og síðan veit maður bara, hún byggir það alltaf upp eins, þannig að það var rosalega aðgengilegir og eiga að vera miserviðir og hún meira segja hún var svo að gefa, eða það var að gefa út svona samprjón, leyniprjón líka og á laugardagsmorguninn þegar ég vaknaði þá var ein úr vinkonum Indriða, hún hafði búin að fá sér þann pakka og það er þetta eru svona hátíðarvettlingar, ekki beinlínis jólaskils mér á henni en svona tenging við hátíðina sem framundan er og eina sem er sagt er að þú ætti að vera með 3 liti í þessum grófleika bla bla og ég ætti að skoða betur. Mér langar svo að gera karisma en ég held kannski að 3 lita vettlingar og karisma er þið aðeins svo mikið af því það er svolítið þykkar en eins og Navia Duo og ég ætla svona að sjá, ég ætla að fá mig karisma og gera aftur allavega eitt af þessum pörum sem ég er búin að gera úr Navia Duo-na því ég var ekki ánægð með en finnst munstri svo fallegt að ég langar að gera það úr garni sem að ég ræð vel við. Ég held að það sé vandamáli, ég ræð bara ekki nógu vel við, það er svo krækist svo strax saman sem Navia Duo-ið, það húkast strax saman í næstu lykkju sko. En í þetta leyniprjóns dæmi er ég búin að draga fram Navia Duo og myndi þá prjóna það klárlega á fínni prjóna en ég var með 4 mm prjóna í Navia Duo vettlingunum það getur verið hluti af vandamálinu líka. Ég hugsanlega fer niður í 3 mm eða 3,5. Ég ætla bara að gera prjóna fyrstu pröfu eins og hún ráðleggur. Og svo langar mig, já, svo fór ég að gramsa og það er komin en einu skrift frá henni heitir Flora og mér langar bara svolítið að ég á svolítið af þessu trísilgarni og mér langar að nýta það í þessa vettlinga og þessi, já, ég veit svo sem ekkert, ég bara kipti fram lita samsetningum og var eitthvað spáspeklar. Ég áttur að, mér finnst þú að gaman að taka myndir af þessu svona lita samsetningum og gera það svo svarthvítar. Þá sér maður svo rosalega vel hvort það er nógu mikið hvort það séu nógu ólíkir þannig að það sjáist vel í mynstrinu. Og þetta er eitthvað trikk sem ég pikkaði upp hjá einhverjum podcastaranum að gera þetta. Nú, svo, já, mér langar að halda áfram í þessu vettlingaæði samhliða peysu og teppaprjónu af því að það er svo gott að vera með litla hluti líka á prjónunum sem eru fljótgerðir. Nú svo þarf ég að fara að byrja á ungbarnaprjóninu. Ég ætla að gera þarna prinsateppið á væntanlega prinsinn sem ég var búin að kaupa hvítt baby merino í. Og svo náttúrulega uglupokan og drekahúu og vettlinga og sokka og allt þetta. Og það er það sem svona þarf að fara að gerast.
Já, og eins og ég sagði þá veslaði ekki neitt, en ég fór á netið hjá Stranded Dye Works. Hún Amy sem líka með podcasti Stranded, hún rosa flippuð og svona stundum með einu móf, en hún algjör prjónamaskina og gerir alveg ótrúlega fallegar flíkur og að prjóna sér, allar á næstu árum að vera búin að prjóna sér 25 pör af jólasokkum svo hún hafi einn sokk fyrir hvern dag í desember. Og hún sem sagt litari og var að fagna 27 ára afmælinu sínu og 2 ára afmæli fyrirtækisins strandeddyworks.co.uk. Þannig reyndar ekkert inn í búðinni hjá henni núna. Hún setti sérst 500 hespur í loftið á föstudaginn var klukkan 7 og ég veit að við vorum nokkuð margar í Svölum Sjölum sem náðum að vesla hjá henni og það sem hún bauð upp á í tilefni afmælisins var frí sending og það munar nú minna þegar þú ert að panta þetta utan. Það alveg nóg að þurfa að borga tollana og hún ódýr litari. Það alls ekki dýrt hjá henni gatnið. Og klárlega borga sér svo sem ef maður ætlar að kaupa í 4 til 6 eða meiri hespur frá henni þá það bara alls ekki galið. En það tilvalið að nota tækifæri og hún átti engan veginn von á þessum rosalega viðbrögðum og ég held að það hafi bara verið einhverjar 4 móherdokkur eftir í búðinni hjá henni klukktíma eftir hún sérst opnaði online á þetta og ég ætlaði að fá mér 5 en það kláraði eða sérst 50 litrur sem ég valdi mér ég var ekki nógu snögg að fara í greiðsluferli þannig að hann var horfinn úr körfunni hjá mér þegar ég fór að borga en ég náði 4 æðislegum og mun klárlega sýna ykkur þegar þeir koma. Nú Nordic Stitches stelpan sem ég talaði í síðustu viku sem ætlaði að hætta að hanna á podcasta því að hún átti ekki pening til þess að endurnýja græðurnar sínar. Viðbrögðin hafa verið stórkostleg og ég veit að einhverjum af mínum áhorfendum tóku þátt í þessu og bara takk fyrir það. Ég gerði það líka og helgina kom YouTube-vídeó frá henni þar sem hún tilkynnti að hún væri komin í að tölvu. Hefði getað fengið sér almennilegt vinnuborð og stól meira að segja líka og bara frábæra aðstöðu til þess að halda áfram með það sem frá var horfið og þetta allt þökk okkur prjónurunum að styðja við baki á henni með því að annarkvort að fekk hún frjáls framlög eða uppskriftirnar hennar voru keyptar í belg og biðu og þetta dugði til þess að hjálpa henni að halda áfram með þetta og bara takk fyrir það. Mér finnst það æðislegt þegar þessi prjóna heimurinn tekur saman höndum. Þetta svona eins og þegar Ísland safnar fyrir einhverju á RÚV eða Stöð 2. Það bara allir með. Ótrúlega jákvætt og gaman. Og eins og ég sagði að þá hittist prjónahópurinn, vinkonur Indra hjá mér á föstudaginn. Ég var bara lurkum lamin eftir saumaskapinn og var búin að vera þessi síþreyta sem einn af ferðafélögum mínum, hún var bara þannig að ég gat ekki hugsað mér að vera innan fleiri en þær og þegar ég svona þá eins og ofta kaffhúsum, það tónlist og það fleira fólk og það bara gerir mig ennþá þreytari þannig að ég bauði bara til mín og það var ótrúlega notalegt og einhvern veginn bara, mér finnst það bara þægilegra ef eitthvað og engin fyrirhöfn, bara hellti upp á kaffi, keypti köku út í búð og skar niður kál og bara, já, og svo sátum við þarna í rúma 2 tíma og kjöftum og prjónum og höfðum það bara gott á þessum föstudags eftirmiddegi. Nú, ég ætla að sýna ykkur í fljótheitum afsakið fyrir í burtu frá okkur á í töskurnar mínar. Sýna ykkur þær svona hvað svona í
búðinni eins og það eru 4 ennþá eftir af gamla lagernum. Reyndar fer ein af þeim í jólakúlu hönnunar samkeppni sem er í Grafarvogskirkju og það var óskað eftir framlagi frá mér í það og ég ætla að senda inn á þessum eldri típum. Já, það eru 5, ég hef eitthvað misreikna mig, já, það er bara fínt. Þetta eru þessar eldri og þetta allt svona með bandið til þess að draga saman. Eru fóðraðar en ekki með flísalín á milli, þannig að þeir eru þægilegar í veski eða út með sokka eða húi eða vettlinga á prjónunum og þá er það bara í pókanum sínum og í veskinu eða hverju sem það er. Nú, svo eins og ég sagði þá fékk ég hérna jólaefni og þetta voru bara allt svona fatt kvorters bútasömsefni, þannig að maður nær bara einni nettri tösku úr þeim. Og ég gerði eina svona fyrir mig að ég gæti ekki hugsa mér að setja hann í búðina því að rendurnar eru ekki alveg fullkomlega standast á. En þetta eru þær sem eru í búðinni og þær eru allar rendar og með vösum og það sem svona svo ég sýni ykkur þegar ég er að nota þetta þá finnst mér bara gott að bretta niður rennilásin og prjóna upp á töskunni, þá er gatnið ekkert að húkast í rennilásin. Og það er bara ljóst efni innan í þeim öllum, þá er mikið þægilega að sjá hvað er í ofan í. Og lítill vasi ef maður þarf að pota einhverju hjálpatæki með ofan í. Og svo er hald á þeim öllum sem að mér finnst alveg nauðsynlegt. Og þessi svona gylt og rauð. Græn með stjörnum og sumar eru með svona dinglum dangli sem ég átti til og setti við þá rennilása sem það passaði við. Önnur svona stjörnuljós, hvít með gylltum stjörnum og dinglum dangli, rauð með gylltum hjörtum, rauð með svona smámynstra með grænu og gylltu og jólatöskurnar eru allar á 2 og 5 og síðan eru 3 svona ófóðraðar tuðrur og það voru bara, ég fekk bara 8 búta af jólaefni þannig að það er bara 7 töskur af því í búðinni og þetta er svona tuðra bara með ég veit ekki hvað þetta heitir, svona eins og á úlpum og svefnpokum og svoleiðis. Og hún er ófóðruð en gerir svona franskan saum þannig að það sést ekki, það raknar ekkert upp efnið. Og hérna er önnur svona og svo þriðja. Síðan gerði ég nokkrar, þessar eru svolítið aðeins stærri en jólatöskurnar. Jólatöskurnar eru góðar undir svona 1 til 2 dokkur. Þessar taka alveg 2 til 3 og sumar jafnvel upp í 4. Og það er það sama, ég er með ljóst inn í lítinn vasa, til þess að halda í og dúllar í. Og þessar eru allar á 3. Hérna er önnur úr eins efni svona blóma. Og doppótt með grænum rennilás. Og þessi hérna. Og þetta er allt viskastykki. Mér finnst svo gott að hafa svona gróft í þessu. Og svo er bara flíslín og fóður og hérna er ein. Ég á einmitt einu svona sjálf og hún vekum alltaf jafn mikla eftirtekt, skemmtileg. Og svo eru hérna 2 kaffitöskur eftir og fóru strax 2 svona. Og svo er ein svona huggeðs. Ég tímdi ekki að
að eyðileggja mynstrið á þessu. Það er alveg æði. Þetta geggjað svona eins og undir þessi teppi sem ég að gera eða lopapeysur eða bara til þess að geyma aðra póka ofan í ef að maður, vill geta keypt þessu frá á fljótan máta og það eru hérna 2 vasar. Ég nýtti bara afganga af efnin úr hinum töskunum og meðlans líka hérna þetta doppótaefnið, blómaefni hérna yfir endanum á rennilásunum. Þannig að þetta er svona, þetta er mamman og hún er á 5000 og þetta er allt inn á Facebook síðinu mínu hérna verkefna Töskur Helgu á Facebook. Langaði bara að sýna ykkur þetta og þetta, eins og ég sagði að þetta er ég ætla ekki að gera meira á þessu ári og einfaldlega þegar ég er bara búið með efnin mín og fóðrið og þess áttar og hérna ætla bara að láta þetta duga í bili en tek svo sjálfsagt skurk eftir áramót og það eru margir að kaupa þetta sem er frábært í jólagjafir og vera að gefa þetta jafnvel bara sem snyrtiputur eða svona, þetta er ekki endilega undir handavinnina, þannig að það er líka mamma mín hefur verið að nýta þetta í svoleiðis. Nú ég vona svo að verði meira klár hjá mér í næstu viku. Jú, ég ger alveg ráð fyrir því að ég verið búið með vettlingana örugglega á morgun og nú er farið að sjást svo mikill árangur í peysupyrrunnu að ég mun langar ógeðslega að vera búið með boxi í þessari viku, stóru grófu peysuna. Ætla að sjá hvernig það gengur og hérna, já, þannig að já, svo ætla ég að sýna ykkur það sem að hjálpatæki sem að hefur breytt mínum prjónaskap sérstaklega. Ég tala það, ég á hérna lopa fjall af því að ég keypti alltaf eftir því sem að uppskriftin sagði að ég ætti að kaupa og var að ég með alveg 2, 3 og jafnvel 4 dokkum of mikið af lopa þegar ég var búin að prjóna flíkina. Ég nefndi svo sem ekkert að vera að skipta því og vesenast og á þessum lopa fjall sem ég er að vinna með smám saman niður úr. Nú svo þarna fyrir 2 árum þegar ég kynni stelpunum í vinkonum Indriða og fyrir að horfa á þessi podcast og svona, þá eru margar að nota litlar vogir til þess að vigta gatnið og afgangana og bara læra svolítið á hvað þú þarft og þannig að ég er svona tækjaóð í sambandi við þetta og fekk mér strax svona eins og það er eitthvað podcastari sem kallar þetta dópistafogina að því hún getur vigtað svo lága tölu og svo að því að gatnið helst ekkert á þessum litla fleti, sérstaklega ef þetta er orðin hérna dokka sem er komin út allt lítið eftir á og svona, að þá er ég bara með hérna loka, jarðarberjalok sem ég legg ofan á áður ég kveiki á henni og set svo bara gatnið hérna ofan á og sé þá hvað er eftir og svo er þetta líka ágætt að þegar maður er að nýta afganga og veit að já ok, ég þarf 20 gram í hæla tá og brugningu og sokkum og allir þetta sem nóg og þá get ég vigtað einhver afganga sem ég á og sé hvort að það er og ég er búin að sjá það eins og fyrir mín sokkapör þá þarf ég ef ég ætla að hafa þess hælana, brugninguna og tanna í öðrum lit þá þarf ég 20 gram tæp af því og 50 gram af aðalitnum. Þannig að ég er að nota venjulega 64-66 gram í sokkana mína. Þannig að það er mjög gott að vera búin að læra það og vera búin að átta sig á því að það þarf ekki mér finnst reynda nauðsynlegt að kaupa það sem mælt er með í uppskriftir þar sem maður er að nota handlitagatna því að það er svo sko það er ekkert auðvelt að panta svo aftur handlitagatn úr öðrum litin og umgangi því það er svo ótrúlega margt sem getur breytt blænum á garninu. Það getur bara sko þú veist, lá garninu nógu lengi í bleiti áður en það fór í pottin og litin til þess að taki litin upp eins og þar fram eftir götunum. Þannig að þar svo sem fer ég alveg all in og kaupi það sem ráðlegt er og mér finnst þessar erlendu uppskriftir yfirleitt
mun nær markinu eða uppgefinni garðþyngd heldur en eins og bara í lopablöðunum okkar. Þannig að vigtin hefur breytt miklu og ég reyni að vera duglega að skrá inn þessar upplýsingar inn á Ravelry aðalega fyrir sjálf og mig bara til að sjá hvað ég að nota afsakið. Nú, podcastin, ég búin að segja ykkur frá fyrstu podcast ástinni minni sem The Knitting Expert. Hún rosalega, veit nákvæmlega hvað hún að gera og bara rosalega skipulögð og ákveðin og og fræðandi. Horfi alltaf á það sem kemur frá henni og svo Amy hjá Stranded Dyeworks. Hún er svolítið á hinum pólnum. Hún er alveg ótrúlega flinkur prjónari og litari en hún er alveg hún er á mjög auðvelt með að gera grína sjálfur sér og hlæra sjálfur sér alveg miskunnarlaust og bara mjög hress og skemmtilega en líka fræðandi og það sem er mjög svo skemmtilegt við hana, hún er svo duglega að nota handlitaða garnið sitt sjálf til þess að sýna hvernig það prjónast upp og það var ein af ástæðunum fyrir að hún fór að lita garn var einmitt það svo hún hefði, af því það er náttúrulega segir sig sjálft að handlita garn er dýrar en fjöldaframleitt og hann langar að nota handlita garn í handverki sitt og fór að lita og það er nú líka ástæðan fyrir að ég fór að lita sjálf mitt og síðan eru líka Grocery Girls. Það eru alveg að horfa á fyrst, ég get hort á fyrsta þáttin hjá þeim aftur og aftur. Það eru alveg bara sjúklega fyndnar og önnur er ekki með neitt filter og hin er alveg bara ágætilega orðið yfir hvernig sín lætustundum en það eru ógeðslega flippar og þær bara tóku podcast heiminn bara, þú veist, í gíslingu. Þær eru svo vinsælar og hönnuðir og leitarar eru að búa til samsetningar og að hanna prjónaðurskriftir eftir innblástur frá þeim og sem er náttúrulega bara alveg geggjað og þær eru bara, þú veist, já, það er bara rosa hressandi að fylgjast með þeim og það var eitt sem ég var að pæli með þar á einhverjum tímapunkti, þær gagnrýna aldrei, þær eru alltaf bara með jákvæð, þær eru aldrei að hrauna neitt og það er svo sem gegnum gangandi hjá flestum podcasturum og það kom svo í ljós bara skömmu eftir ég fór að pæla í þessu að þær höfðu greinilega fengið fyrirspurn hvað finnst ykkur allt bara æðislegt og þá sögðu þær því í einum þættinum að það væri alls ekki svo. Þær væru bara að hampa því sem þau væru ánægðar með en tala bara ekkert hitt nema að séu sérstaklega spurðar það og svara því þá frekar í engaskilaboðum og þetta er svolítið rétt hjá þeim af því það sem að mér finnst ömurlegt finnst kannski öðrum æðislegt og við höfum ekki verið litið að því endilega að bara henni fannst þetta ömurlegt þá ætla ég ekki að prófa það og það er þeirra svona regla og þetta er góð regla og auðvitað finnst mér alltaf að segja frá því að vera eitthvað sem er bara þú veist, sem er bara algjört feil sem að getur bara eyðilagt prjónaskapinn hjá þér ef þú kemst að því að eitthvað litari er bara hreinlega ekki að festa liti nógu vel og litirnir að renna rosa mikið og eitthvað svona auðvitað ef að litarinn tekur það ekki til sín þá þarf einhvern veginn að láta vita af því og önnur þessari systra er einmitt svona töskuframleiðandi og mjög vinsæl og hún fær grófust típuna af garni frá litara, lætur lita fyrir sig, prjónar upp svona stykki og tekur ljósmynda því, sendir það í efniverksmiðju þar sem að þetta er hreinlega bara ljósmyndarnir prentuð á efni. Þannig að prjónatöskurnar eru eins og séu úr prjónuðu efni. Þetta er hrikalega smart og þetta er svona hennar vörumerki.
Já, þá er ég búin að nefna, jú, svo náttúrulega hef ég talað um Guðlaugu á Ísafirði sem er stæðisleg og sem að opna á þetta hjá mér að hafa bara podcasti á íslensku og svo er það hún Inga Rós Unnars sem er á Egilsstöðum og hún er litar líka og er með Facebook síðu sem heitir Frá Héraði og og hún var fyrsti íslenski podcastarinn sem ég fór að fylgjast með en hún var með sína þætti og er með sína þætti á ensku. Ég var að hnippa í hana hvort hún var ekki að fara að byrja aftur og hún segist það að þetta sé allt að koma. Og hún er líka æðisleg og bara, þú veist, það er bara svo gaman, sko, fyrir mig sem Íslending, þá finnst mér samt gaman að heyra hana segja frá sínu lífi þarna fyrir austana því að ég til dæmis bara komið 2 ára á Egilsstaði og í annars skipti stoppaði ég rétt yfir nótt og og þannig að mér er svo gaman að heyra hann að segja frá þegar hún er að þvælast og þú veist hvað er langt að sækja mikið af þjónustunum sem er bara þú veist í næsta nágrenni við mig og við tálum ekki Reykvíkingana sem eru með allt við hendina. Þannig að þetta er svona það sem að ég tel upp í dag og ég er með fullt af fleiri podcastum amerískum og breskum og svo er ég líka stundum hlusta á svona audio podcasts þegar ég er að ferðast þá er það bara hljóð og það er ennþá meira krefjandi fyrir þann sem að segir frá þar að útskýra vel og að þú getur ekki sýnt það og það líka reynir svolítið á mann sjálfan að ná heildar myndinni og það hef ég bara, ég veit ekki eins og hvar ég fyndi það, ég bara googlaði og audio podcasts og fór þannig inn á hlóð niður einhverju seríu, hlusta aðeins á einhverja vinkonur tala svona saman og leist vel aður og hlóð niður nokkur þáttum og var bara með það á símanum til að hlusta á þegar við vorum að þvælast landið. Já, ég held að þetta sé bara komið í dag og hugsanlega er þetta bara styðst í þáttunum sem ég hef verið með sem er bara gott fyrir ykkur og líka fyrir mig og við sjáumst að vikuleiðinni að öllu forfallalausu og ég segi bara takk í dag og góða prjónaviku. Bye bye.